tengist íþróttum. Sportátturinn mánudagskvöld á Suðurland FM. Allt sem tengist íþróttum. Sportátturinn mánudagskvöld á Suðurland FM. Já, mikið rétt, sportátturinn með ykkur á þessu mánudagskvöldi. Það að komið í sjálfsvarna íþróttinnar og línuna, hún komin atvinnumærin, hún Sunna Rannveig Davíðsdóttir sem vann öruggan fyrsta sigur í atvinnubardaga í blönduðum bardagaíþróttum. Komdu sæl og blessu og til hamingju með þennan frábæra sigur. Komdu sæl og blessu, takk fyrir kærlega. Hvernig svo að vera orðin svona atvinnumaður í blönduðu bardagalistum? Það bara rosalega gaman og búið að stefna í þetta náttúrulega bara í svolítinn tíma. Maður búin að vera í áhugamanna sportinu í dágóðan tíma og það var bara komið að þessu. Þannig að það bara, ég rosalega bara ánægð með það sem ég í dag. Það alveg magnað. En til þess að vera atvinnumaður í þessari íþróttu, það þarf heilmikið svona bakland og æfingar í kringu það. Já, þetta maður í rauninni fyrir alla bardaga, hvort sem maður áhugamaður eða atvinnumaður, þá skiptir undirbúningur rosalega miklu máli en það er kannski meira núna þá svona aðeins meiri, það er meiri ægi og það er vel haldið utan mann og sjálfsög skiptir öllum máli að hafa gott bakland líka sem ég hef og mjög þakklátt fyrir. En hvernig svona einhver staðar byrjar þetta, hvernig kemur áhuginn svona fyrir fullu hjá þér? Áhuginn kviknaði þegar ég var að æfa, ég var að vinna á skemmtistöðunum í bæ og var leigubílstjóri. Og mér langaði að kunna læra að verja, kunna svona að bregðast við í slæmum aðstæðum og erfiðum aðstæðum. Og það var bara í fyrsta skipti sem ég fór á æfingu sem ég fekk svona spark í púða og kýl í púða sem að ég bara fann að þetta hafði miklu meiri áhrif á mig heldur en að mig grunaði áður en ég fór á æfingu og ég einhvern veginn bara fekk góða heilbrigða útrás og þetta voru bara góðar æfingar og fjölbreyttar og mjög skemmtilegt, þannig að þá svona leiddi breytt að öðru og ég hef ekki getað hætt sem ég byrjaði. Nei, nákvæmlega. En svona áhuginn fyrir sportinu, það er náttúrulega bara hérna á Íslandi, nú virðast allir vera rosalega veikir fyrir það því að þetta er svo skemmtilegt að horfa á þetta og margir, það er nú heldur betur búið að stökkbreyting í iðkendum hérna á landi. Já, þetta er alveg vaxandi áhuga á sportinu sem er bara frábært og ég fann það líka bara núna að það var rosalega miklu meira fólki að fylgjast með heldur með það nokkuð tímann gruna, það var bara fólk sýndir bara mikinn áhuga og sterkan stuðning og þetta er bara fólk er alveg að fylgja þetta sportkennilega og það er bara frábært að því að þetta hefur verið líka svona fólk hefur kannski ekki alveg vita hvað sporti snýst og hefur þá verið kannski að dæma þetta hart en þetta er mikil undirbúningur sem ég segi fyrir hverja keppni og æfingarnar eru fjölbreyttar og skemmtilegar og hjá mér til dæmis þá var ég til dæmis, þetta var besta mataræði sem ég hef verið á núna fyrir þennan bardaga, bara nokkuð tímann á æfinni minni, rosalega hollur og góður matur og margt sem er svo jákvætt við þetta og maður veit hvernig maður á að bregðast við í erfiðum aðstæðum ef maður lendir einhvern tímann í svoleiðis, þannig að það er bara rosalega jákvætt að fólk sé farið að kynna sér þetta og áhuginn sé að valda því að fólk er bara að fylgjast vel með og kynna sér betur sportið. En hvað tekur við hjá þér núna eftir þennan fyrsta sigur? Ég er bara núna búin að taka svolítið rólega vikum í fjölskyldinu en svo ætla ég bara að fara á æfingu strax á morgun. Ég hefði farið í daginum, ég var að kveðja dóttir minn áðan, hún var að fara til pabba sinns og við erum bara rúslega góða dagar saman og ég ætla bara að dundra mér á æfingu á morgun og horfi bara fram á veginn og vona ég fái bardaga bara sem fyrst. Er oft eitthvað svona sérstakt hvað á líða langt á milli bardaga?
Sko Invicta bardagasambandir sem ég að berjast fyrir, það á svona 2-3 mánaða fresti reglulega. Og næst það hjá þeim 18. nóvember. Ég svona ekkert búin að fá að vita neitt ennþá. Nei, það ekkert auðvelt að fá bardaga, maður sér það ofta, það eru margir í vandræðum með að fá bardaga. Sko, sem áhugamannskja þá hefur það verið svolítið ströggl hjá mér oft á tíðum, en núna þá ég aðeins öruggari með það að geta verið meira aktív og þeir tryggja það allavega að það líði ekki allt of langt á milli, þannig að ef ég fer ekki í nóvember þá örugglega aftur kannski í svona janúar, febrúar get ég trúað. Þannig að það ætti ekki að líða allt of langt á milli og þessi samningur sem að ég gerði, hann tryggir það svolítið að ég get fengið að vera svolítið aktív og þær eru rosalega margar hjá Invicta, þetta náttúrulega bara kvennabardagarsamband og allar og rosalega margar konur sem að berjast fyrir þetta bardagarsamband. Þannig að ég fæ nóga stelpum til þess að glíma við. Já, nákvæmlega. En heima á Íslandi því Mölni, þetta það ekki ein stór fjölskylda? Jú, þetta alveg ein risastór fjölskylda, stækkar alltaf stækkar. Já, nákvæmlega. Sunna Rannveig Davíðsdóttir, þakka kærlega fyrir að gefa okkur tíma og gangið þér sem allra best og bara áfram þú. Mín var ánægð, gaman að heyra þér og takk kærlega fyrir stuðningin og skemmtilega símtal. Já, takk svo leiðis. Ok. Það var gott. Sunna Rannveig Davíðsdóttir, afrekskona þarna á ferðu, þetta var fyrsti atvinnubardaginn hennar í blönduðu bardagaíþróttum í MMA, en hún vann öruggan sigur á Astley Greenway í sínum fyrsta bardaga sem framfór í Kansas í Bandaríkjunum núna þar síðustu helgi. En fjöllun og fleira má finna bardagana má finna inn á mmafréttir.is og svo einmitt líka ýmis umræða alltaf í MMA áhugamenn á Facebook sem að fólk getur fléttað upp. En við ætlum að halda áfram í sjálfsvarnar íþróttum og næst ætlum við að fara í Taekwondo og línuna verður hann Daniel Jens Pétursson, yfirþjálfari hérna á Selfossi í Taekwondo, og helgina það var nú heldur betur veisla. Við fengum hingað austur fyrir fjall Evrópumeistara og einn vinsælasta keppanda heims, hann Aron Cook, og Bianca Volten sem Evrópumeistari, heimsmeistari og náða sér í brons í Ríó í Brasilíum. Við verða hérna línunni innan skams og farið ekki langt.